Þetta dásanlegt. Dásanleg lofgjörð. Þið eru hérna, já. Kem ég bara hingað? Þá fer ég út úr ljósinu, en ég verð að ganga í ljósinu. Já. Mér langar til þess að tala í dag. Já, áður ég segi það, áður ég fer í það. Ætlaði bara biðja ykkur huglega, við vorum að koma mikið til fjallgöngu og Guðrún var með okkur og fleiri, 14 manna hópur. Og við vorum að fara yfir Ódáðahraun. Það var frá Herðubreiðarlindum og yfir hraunettarinn, mestar hraunbreiða bara, og yfir upp í Östju og upp yfir Dyngjufjöllin og þetta var ákveð þegar veðurspáin var sem verst daginn. Svo mér kom í hug nokkru sinnum á leiðinni yfir og hugleitið aðeins eftir ég kom heim að þetta svolítið svona eins og í lífinu. Ef þú ert bara í hennu daglega lífi, þú ert á ferðinni eitthvað, þú ert að fara frá A til B, B til C, C til D og svo ætlar að vera komin eitthvað ákveð, svo gerist eitthvað á leiðinni. Og það gerist í okkur. Það bara gerðist eitthvað á leiðinni og það var kallað veður. En stormar lífsins blása nefnilega líka. Þú heldur þetta sé alltaf leið, þú ert að fara alla leið, en svo blása bara allt í einu óvæntir stormar og þú verður að staldra við og skoða, byrju, get ég haldið svona áfram, það er að gera breytingar og það er þessi þættir sem ég ætla að nefna á núna og þú sér það hvernig getur notað í þín eigin lífi, bara í lífinu. Það fyrst að við erum á göngu og það verður breyting. Þá þurfum við að staldra við og stoppa, við getum ekki verið svo kjána bara og annað út í vilsuna, svo við gerum smá breytingar á dagskráni, gönguleiðinni. Kláruðum hana en gerum smá breytingar. Svo eru skálar á leiðinni. Þeir þjóna ákveðnum tilgangi. Það eru skálar í lífinu líka. Smárakirkja er eitt skáli. Það er gott að koma inn í skála. Það er fólk, þar eru líka skálaverðir, landverðir, björgunarsveita fólk, matur. Oft góður matur. Sumir skálar eru enda bara með þurrmat, en það er svo annað. Þessi var góð. Þessi var alveg ókeypis. Svo ferði yfir og þú ert með kort. Við erum með kort og kompás og við liggjum yfir þessu og þetta er eins og leiðavísir. Þetta orð er lampi fóta minn að ljósa vegi mínum, lýsi mig hvert ég að fara og svo erum við með algjört lykilatriði og það er GPS. Því það er alveg saman kom ekki myrkur. Alveg saman, þú veist alltaf hver þú ert. GPS lígur aldrei. Sá sem að gekk fremstur, það voru 2-3 sem gengu alltaf fremstur fyrir okkur. Annar var með GPS í úrun og ég var aftast með GPS í hjartanu. Og það lígur ekki. Það segir hvað er búin að fara langt, hvert þú ert að fara, hvort þú ert að fara of langt, hvort þú ert að beygja. Og þú sér kannski ekki nema varla stiku í einu. Svo er þetta, stika í einu. Eina stiku í einu. Hafið ekki ágjur morgundeginu, sagði Kristur. Láttu sér hvernig degina í sína þjáningu og svo framvegis. Það er alveg fullt af leksíum í þessu. Góðum leksíum. En það er ekki það sem ég ætla að tala um. Þó ég gæti það sennilega. Það var alveg hægt að búa til eitthvað predikur um þessu. Ég ætla að tala aðeins um það sem hefur komið aðeins fram núna á samkomunni, án þess að fólki þar vissi nokkuð um það sem ég ætla að ræða þetta. Fyrir dálítið löngu síðan þá ræddi ég ótta eða kærleika. Og ég náði ekki að klára allt efni þá. Þið vitið það ekki að ég náði því ekki. En ég veit það. Nú ætla ég að reyna að klára það, þannig að ég ætla aðeins að stökkva og taka frá öðru sjónarhorni kannski þemað og enda svo á nokkrum punktum sem að ég er með, sem að ég held að geta komið okkur á gagni. En það hefur að gera með þetta sem að Sibba var meðal annars að segja á þann, að varpa áhyggjum sínum á Drottinn. Að bera ekki byrðarnar sjálfur. Þá kom að setningu sem ég man eftir
einn maður sagði henni svona, þetta bara skrítasta setning sem ég sé í biblíunni, sagði hann. Ég skil ekki þessa setningu. Nú, segi ég. Já, það stendur bara að Jesús segði, takið á yfir mitt ok og lærið af mér. Á hvað átaka lærið af honum? Takið á yfir mitt ok og lærið af mér. Ég næs ekki, sagði hann. Blessaði maðurinn, var nokkuð furða. Mér áttu náttúrulega að læra af honum. En það er þetta takið á yfir mitt ok. Mitt ok. Og mér langar aðeins að fjalla þennan kærleika, vitið það, einu stærstu filterar eða síur í líf okkar eru ótti og kærleikur. Ótti eða kærleikur. Allt sem gerist í líf okkar, við síum það þegar það kemur til okkar. Það fyrir gegnum ákveðna síu og sko, húðin er stærsta líffærið okkar, kærleikur og ótti eru eina stærstu síurnar í líf okkar. Dæmi. Þegar þú heyrið fyrst alvarlega COVID, hvað dattir í hug? Fórst í ótta? Kemur svaka, þú bregst í því ótta, þú er búin að sía þessa fréttir í óttanum. Þú getur síðan í kærleikanum líka, sér tækifæri Guðs. Til Guð er kærleikur. Það er til sérstakur ótti þegar kallum við íslam og múslima. Þú heyrir að landið bara fyllast alveg af múslimi, já, þeir eru alveg 500, sko. Ertu óttaslegin? Eða treystur í Guði og kærleika hans og mætti hans, veist að hann er meiri heldur en allt annað? Var að heyra rétt á hann. Þetta var í OKS. Þar sem að þeir buðu múslimum að koma, OKS í Noregi, Oslo, buðu múslimum að koma á samkomu til sín og til þess að leyfa að finna sig heima, þá settu þau teppi fyrir það aftast, því þeir sitja ekki á sætum og bænastundum eða kirkju, þeir liggja á hnjánum og það var sett fyrir það aftast. Sumir hneykslust alveg ægilega, hvað er að gera eitthvað svona, hvað er að gera þetta fyrir þá? Já, við erum að ná til þeirra með fagnaðarerindið. Ef þeir vilja frekar á gólfinu, þá mega er það. Við köllum þetta bara sóking, þá er allt í lagi vegna þess að það er ekki múslimanar. Heyrðu, þeir frelsuðust. Þeir frelsuðust. Þeir þurfa bara að koma eins og allt annað fólk inn í návist Guðs. Heyra af náð Guðs. En hvernig síum við hlutina? Í ótta eða kærleika? Sjáum við strax hönd Guðs í hlutum sem við heyrum við eða sjáum við hönd óvinnarins? Að nú gerist eitthvað slæmt því og nú er hann alveg á fullu hérna, Pútín. Sjáu þið, þetta er mjög algengt hjá okkur og ekkert bara hjá trúðu fólki, bara í lífinu. Ótti er eitthvað sem heltekur fólk og fjötrar fólk. Og vitið þið hvað? Enginn, ef við getum kallað þetta boðorð, eða, já, boðorð, óttastu ekki. Ef Guð segir við þig, óttast ekki, Þorgerður. Þá ætlum ég að segja ykkur það er ekkert boðorð sem hann segir eins og oft eins og þetta í Biblíunni óttast ekki. Yfir 100 sinnum, 103 að ég man þetta rétt. Segir óttast ekki, hræðist ekki. Hann er alltaf að hvetja ykkur til að vera ekki hrædd. Það eru tvennum ástæðum. Við erum hrædd, annars var hann ekki ástæð til að segja okkur það. En á hinn ástæðinu líka að hann vill að við sjáum að þegar við erum í óttanum, þegar einhver ræðst á okkur eða kemur á okkur sem veldur okkur ótta og kvíða, þá er tækifæri til að stíga yfir í náð Guðs sem að leysur okkur undan þessum fjötrum því að óttin fjötrar. Ég ætla ekki að biðja ykkur rétt hönd, en ég ger ráð fyrir allir hér inni hafa einhvern óttast eitthvað. Og það er lamandi. Það er lamandi að vera hræddur. Óvinur mannsins reynir alltaf að lama okkur. Hann mun aldrei geta skilið frá Guði. Hann getur það ekki. En hann getur logið fullan að einhverjum ótta sem þú trúir
og lama þig af ótta. Þetta svo handlegurinn að þau, og ég veit ekki, ef þú ferð á axlalið, það allt inni handlegurinn óstarfhæfur. Hann þarna, hann á líkamannum, fer ekkert, en hann lamaður. Þannig að þetta rosalega mikilvægt, að við látum þetta ekki fjötra okkur og binda. Þið með mér? Ég enn og aftur nokkuð viss að í þessum hópi höfum við öll fengið að reyna einhvað af þessum ótta. Óttin hvað ótti? Já. Óttin eiginlega svona trúa einhver sem þú heyrir. Þú getur heyrt það inn í kollinum á þér, þú getur heyrt það utan á þér, þú getur hugsað það einhvern veginn, þú getur heyrt einhvern segja það og ég getur sagt það sjálfur, en þú trúir því, jafnvel þó að sé lygi. Það getur verið satt, en jafnvel þó að sé lygi, þá trúir því. Og ef þú trúir lyginu, hvað gerur þá? Valdeflur lygar hann. Og það það sem við viljum ekki gera. Þú getur líka trúið því sem satt og óttast það, sem dæmi. Þú verður til læknis, það eitthvað búið að vera eitthvað að hrjá þig í líkamannum og þið hefur liðið eitthvað illa og þú verður til læknis og læknirinn kemur ykkur á skýrslu, hann búin að gera alls konar rannsóknir og blóðrannsóknir og hann segir já, elskarinn, þetta ekki alveg gott, sko. Þetta svona. Og þá getur þú síað þetta með kærleika eða ótta. Þú getur síað með ótta og segir, ég að deyja. Ég bara að deyja. Líf mitt mér aldrei, þú veist, nú þetta búið. Og þú getur óttast það og ef þú leyfir óttanum að gerjast í þér, þú þekkir þetta, þá étur hann þig innan. Það hins vegar munur, sko, þetta ekki það að reportið frá lækninum sé endilega lygi, getur verið alveg sannleikanum samkvæmt. En það munur fyrir þig að vita, að þú verður að vita, það munur af því sem satt og sannleikur. Það ekki það, við erum ekki kristin hópur sem stendur, ég stend bara í gegn þessu læknaskýrslu ykkur. Þú stendur ekkert í gegn læknaskýrslunni. Ég bara stend í gegn henni alveg, bara í Jesú nafni, bara neita. Hún þarna. Hins vegar það sem þú þarft að gera, í stað fyrir að óttast hana, þá stígur til hliðar og segir, hvað hið fullkomna verk Krists? Hvað hefur hann gert fyrir mig? Hvað hann búinn að gera? Hann segir fyrir hans benjar ég heilbrigður. Þess vegna ætla ég ekki að óttast þetta sem læknirinn fann. Ég ætla að treysta Guði og hans sannleika til að grípa inn í og gera umfram það sem hér Sjáðu þið. Þannig að þú bregst við því og síðar þetta með kærleika Guðs, krafti hans og trausti á hann. Að varpa áhyggjum þínum á hann og treysta honum. Jesús sagði, hafið ekki áhyggjur á morgundeginum. Ekki hafa áhyggjur á morgundeginum. Sko, það gott að segja svona, þetta mjög auðvelt. Já, Jesús, það auðvelt að segja þetta, Jesús. Þú veist ekki hvað að gangi gegnum, kallinn minn. Það bara, ég hef áhyggjur á morgundeginum. Ég á ekki aur til að greiða reikningana mína, ég með eitthvað í líkamanum, eitthvað æxli og það alveg að fara með mig og ég með þetta og börnin mín og þarna og þetta, ég hef áhyggjur á morgundeginum. Takk þetta, hann segir ekki bera umhyggju fyrir morgundeginum, hann segir ekki hafa áhyggjur. Það þýðir ekki það að þú berir ekki umhyggju fyrir því hvernig þú borgar reikningana en hvernig þú gerir hitt og hvernig þú gerir þetta. Það sem munurinn að þú stígur inn í kærleika Guðs og segir Guð, ég get þetta ekki einn, eins og Sibba var að segja hann. Ég ætla ekki rembast í rjúpan eins og staurinn að reyna að klára þetta því ég get það ekki. Ég ætla bara að gefast upp fyrir þér og þeim sannleika að þú hefur lofað því að vera með mér alla ævidaga mína og hugsa mig frá A til Ö. Og þá erum við heldur ekki að tala þetta kæruleysi svo sumir kristnir bara, ég ætla bara að dansa á þessum símareikningum í Jesú nafni og þá fara þeir. Nei, þeir fara ekkert. Ef þú notaðir síman fyrir 37.000 krónur, þá þarfst þú að borga 37.000 krónur. Það bara svoleiðis. Hann fer ekkert í Jesú nafni.
við hlægjum að því þetta hjákallegt, en myndið ég meitu kristna sem gerir þetta. Já, þess vegna hlægjum við að þetta svo satt. En það virkar ekki. Við erum ábyrg fyrir því sem við gerum. Ég notaði þetta svona, ég eyddi lífi minni svona, ég tók þessa ákvörðun og ég ber ábyrgð á henni. En ef ég ræði ekki við hana, þá þarf ég heldur ekki að óttast hana, ég get beðið Guð að hjálpa mér. Heimskuna í mér. Eru með? Sko, í Jesaja segir Guð, óttast ekki, þetta ég sjálfur að tala við þig, að veiktum vel tíð fyrir ykkur, svona setningu. Þú veist, ef það kemur ykkur sem þú þekkir ekkert, bara venjulegur maður eins og þú, og þú veist ekki hvort hann getur eitthvað, skilur eitthvað, kann eitthvað eða neitt og hann kemur heyrðu, verður ekki af áhyggjur, ég er hérna. Og hver þú? Þegar Guð kemur og segir, hei, ekki af áhyggjur, ég sjálfur er hér. Já, nákvæmlega. Guð, skapari himins og jarðar, sem ekkert megn, segir við þig, óttast ekki. Óttast ekki. Þá þurfum við síst af öllu að segja, wow, sko hefði einhver annar sagt þetta, þá hefði ég örugglega ekki óttast. En fyrst nei, það er hann sjálfur. Eins og segir ég að segja, þetta alveg rosalega mikilvægt að muna eftir að hver gaf okkur loforðin. Og öll lofur Guðs koma með já og amen, segir Biblían. Já og amen. Með öðrum orðum, ef hann lofar, þá stendur hann við þau. Það er bara eitt sem getur hindrað okkur í að meðtaka þau strax og það er þessi ótti, kvíði sem að hrekur okkur frá. Og það er ekki vegna sem Guð vill ekki, það er vegna sem við kunnum ekki að meðtaka og bregðast við. Og það er ekki, takt eftir, þetta er mjög mikilvægt. Það er ekki vegna sem Guð er að koma á áfellast þig og skamma þig. Hann er ekki, þegar hann segir óttast ekki, þá er hann ekki að koma með fordæmingu. Hann er að minna þig á sannleikan. Hann er ekki að koma að segja, óttast ekki, þú meiri vantrú á sekkurinn. Farið ekkert frá mér, ekki neitt. Hann segir þetta aldrei. Hafið ekkert hann heyrt hann segja svona? Hann er nákvæmlega svo við sungum á hann. Alltaf góður. Alltaf. Og hann þráir meira en nokkuð annað að gefa okkur. Það er eins og að vandamálið er eins og, þetta er alveg eins og þú með börnin þín. Þú þráir að gefa börnunum alltaf besta. En ef þau hlaupa út undan sér allan tíman og vilja ekki það sem gefur þeim, þá getur þú bara elt þau með það góða. Og það sungum við á hann. He's after me with his goodness. Stöðulega er hann alltaf að elta mig með kærleika sinn. Og hann er svo góður. Elsku vinur, hann er svo góður. Eitt er mjög vinsælt hjá kristnu fólki að því að Biblían talar andaótta. Það er mjög algengt að fólk segja, bara einhver andaótta, ég ræð bara ekki við þetta. Það segir eitt. Við þurfum enga hjálp við að óttast frá einhverjum anda. Og oftast nær er það alls ekki andi ótta. Það getur orðið að því ef við fóstrum það. Okkar eigin hugsanir eru fullfærar að skapa ótta innan með okkur. En vandamáli þitt og mitt er oft það að það eru við sem stýrum hugsanum okkar. Og þá kemur þetta innan með okkur. Já, en ég ræð bara ekki við þær. Kann að vera. Og því að byrðum að hugsa þess. Hversu oft hefur þú ekki ráðið við hugsanir þínar? Síðast þú óttaðist til dæmis. Þú hugleitir þetta sem herjaði á þér daginn út og daginn. Þú mistir svefn yfir þessu. Þú hugsaðir þetta allavega nóttina. Svo þú kannt alveg að hugsa og þú kannt líka að hugleiða. Þú hugleitir bara vitleysa hlut. Þú hugleiðir það sem veldur ótta. Þú hugleiðir það sem að meiða þig og særa þig og velda þér kvíða. Þú liggur yfir því allan daginn.
Er ég vondur við ykkur? Nei. Er þetta ekki nauðsynlegt? Já, takk. Sumum finnst óþægilegt að heyra svona. En þetta er þetta er algjörlega staðreynd og sannleikur og nauðsynlegt fyrir líf okkar. Það er enginn sem stýrir hugsunum þínum nema þú. Enginn. Þú þarft að brjóta upp farveginn sem þeir eru í. Muni eftir orðinni ég talaði einu sinni hugarfar. Eitt besta orð sem við eigum til í íslensku. Það er far í huganum á okkur. Hjólfar er það sem að bíllinn keyrir alltaf í. Hugarfar er það sem hugurinn okkar er alltaf. Það sýnir að við getum alveg hugsað. Það er bara spurningin hvað erum við að hugsa. Og Jesús sagði af gnægð hjartans mælir munnurinn. Það sem þú fyllir hjartað þetta af mun munnurinn að lokum mæla frá þér. Hlustaðu á hvað þú segir. Hlustaðu á hvað þú talar. Talar ást og kærleika Guðs. Talar hvað hann er góður og stórkostlegur. Talar hann elski þig eða talar eitthvað allt annað. Talar að hans er búin að vinna svari fyrir þig. Talar það að hann er búin að sigra. Talar að hans verk er fullkomið. Talar að þú ert réttlætur í Guði. Þú ert barnið hans, þú ert sköpun hans, hann elskar þig, þú ert augasteinninn hans. Minnurðu sjálfa þig á þetta? Þú getur hugleitt þetta alla nóttina með úr andvaka. Er þið með? Það sem þú setur fókusið inn á, þangað flæðir líka orkaðinn og lífskraftur, veistu það? Það sem þú fókusir á, dregur lífskraftinn og orku nákvæmlega þangað. Settu fókusið inn á það sem er rétt, sem er sannleikanum samkvæmt, sem er Kristur, sem er fallegt og göfuð. Því æðra er, segir Biblían, festu sjónarinn þínu sem hærra er og æðra. Gerum það. Þá byrjum við að sjá þessi vandamál óttans byrja að brotna af okkur hér og þar. Brotna af okkur hér og þar. Og þá komum við, þetta var upprifjun frá predikunni þannig daginn. Já, vel. Og þá bara örfápunktar þá, það er þetta, fyrsta lagi. Hvað ert að gera? Og ég var að fara yfir það. Hvernig við hugluðum, hvernig við förum yfir þetta aftur og aftur í lífinu. Og manstu, ég myndist á það á sín tíma líka með Jack Hayford. Hvað margir kannast við Jack Hayford? Hann er frægur predikari, ég held sér látið núna. Hann stofnaði, var leiðtogi Foursquare kirkjunnar í lengri tíma. Og hann spurði þessara spurningar einu sinni. Hvað myndirðu gera við vininn þinn sem lígur jafnoft að þér og óvinnurinn? Ef þú átt vin og hann gerir ekkert annan að ljúga þér daginn út og daginn, segja þér ósagt alltaf. Hversu lengi væri hann vinur og hversu lengi væri hann samskiptum? Við þurfum að taka á lygarum föðurlýginar á sama máta. Ég er ekki gefinn fyrir það að fókusera á óvinninn á nokkurn hátt. Hann er ekki mitt uppáhald, hann byggir mig ekki upp. Hann er sigraður. Ég óttast hann ekki. Hann er bara, það búið að leiða hann fram til háðungar. En við eigum ekki að vera, segir Páll apóstoli, óvís og ómeðvituð. Við skulum vera meðvituð vélráð hans sem er lygi. Það er þessi rödd sem kemur inn og segir þér eitthvað annað heldur en sannleikan. Og þú byrjar að trúa. Þú byrjar að trúa þessari rödd sem leiði þig síðan afvega og í vandræðu og vanlíðan. Við viljum ekki vera þar, því þú er sigurvegari. Það er eitt sem er rosalega mikilvægt og mér langar að klára það. Mun eftir setningunum fullkomin elskar rekur burt óttann.
Þetta ég er búin að undanfarin, kannski svona 2-3 ár, þá hefur gerjast innan með mig mjög mikið þessi spurning það hvort að við séum að þetta byrjaði bara svona, svo ég útskýri fyrir ykkur, þetta byrjaði bara þannig að það voru átök í gangi í lífinu, það voru átök og mér fannst Guð segja bara elskaðu. Ok, en ekki, við skilum þetta nefnilega alltaf hinsinn, fullkomin elska reka burt allan ótta, ef ég í ótta á einhverjum átökum, þá þarf ég bara Guð að halda og hans fullkomin elska kemur og hann reka burt óttan. Ok, það hlutaði kannski. Þannig að ég þarf bara að koma nógu oft fram til fyrirbæna, ég þarf bara að falla nógu oft í gólfið, ég þarf að láta hann biðja nógu oft fyrir mér og bara fá meðtaka kærleika Guðs og þá bara víkur óttin frá í lífi mínu. En það var ekki það sem Guð var að segja við mig þegar ég var að ganga í gegnum þetta. Hann sagði við mig, elska þú, elskaðu. Ok, þá fór ég að lesa. Ég vil lesa það. Jóhannes, 1. Jóhannesar. 1. Jóhannesarbréf. Þið þekkið þetta. Þetta algjörlega stórkostlegt. Sjá. 4. kafli. Hlustum á þetta til enda. Þetta alveg rosalega mikilvægt, elsku vinir. Vers 17-20. Það svona. Með því kærleikurinn orðinn fullkominn hjá okkur að við höfum djörfung á degi dómsins því að við erum í þessum heimi eins og hann og munið til þessu. Við erum í þessum heimi eins og hann Láttu þessa setningu koma inn í hjartað þitt. Þú hér eins og hann í þessum heimi. Hann á að lifa í gegnum okkur. Ótti ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út óttan. Því að óttin felur í sér hegningu en sá sem óttast ekki fullkomin í elskunni. Ótti ekki í elskunni. Þannig ef ég væri í elsku Guðs, þá myndi ég ekki þurfa að óttast. Ef að elska Guðs myndi fylla mig, þá myndi það reka burt. Með öðrum orðum, ég hef greinilega ekki upplifað fullkomna elsku Guðs vegna þess að ég er oft óttaslegin. Okay? Þetta rökrétt hugsun ef að þetta bara þannig að þú þurfi bara að fá kærleika Guðs inn í þig og svo búið. En hvað segir hann meir? Hvað segir hann meir? Svo segir hann, það lest aftur, ótt ekki í elskunni, fullkomin elska rekur burt óttan. Við elskum því hann elskaði okkur af fyrrabragði. Ef einhver segir ég elska Guð en hata bróður sinn, sá lygari, því að sá sem ekki elska bróður sinn sem hann hefur séð, getur ekki elska Guð sem hann hefur ekki séð. Þetta boðorð höfum við frá honum að sá sem elska Guð á einnig elska bróður sinn. Með öðrum orðum, fullkomin elska hringrás. Það Guðs elska til þín að fyrrabragði, þín elska til bróður og systur, til nágrannans, til samferðamanna þinna hér á jarðríki. Það fullkomin elska. Þannig að það ekki nóg að meðtaka kærleika Guðs, þú verður að láta hann flæða og gefa af þér ást og kærleika til annara. Ef þú ekki gerir það, segir Biblían, þá hefur þú aldrei fengið að reyna hitt. Þá ertu að ljúga. Það aldrei stertur orðatekið. En þá sá hinn sami lygari. Það að segja, hann að bulla, hann veit ekki hvað hann að tala um. Hann segir, já, ég elska Guð, hann elskar mig, ég búin að upplifa. Ok, og elskar það. Nei, má ekki vera því. Bara vera í elsku Guðs og koma hann halleluja. Og meðtaka elsku Guðs, alveg og heilagt. Fara svo út og elska engan. Þá rífur þú hinn fullkomna hringrás kærleikans. Og fullkomin kærleikur dvelur ekki í þér. Guð fullkomin. En hans fullkomni kærleikur birtist í að hann gefur hann frá sér. Og þess vegna það flæði gegnum þig og þegar það hinn fullkomni kærleikur og fullkomin kærleikur á þann hátt rekur burt óttan. Þegar þetta
er staðreynd í lífinu, sannaðu til, þá sérðu það að óttinn fer að víkja frá. Því að það er ekkert pláss fyrir ótta þar sem kærleikurinn flæðir. Þú átt ekki að vera eins og dauðahafið sem tekur á móti kærleikanum og lætur aldrei neitt streyma úr sér. Þú ert lífsstreymi kærleika Guðs út til bræðra og systra, út til annara og þá víkur óttinn frá þér. Amen. Svo rétt. Látum þetta sökvinn. Tími sjálfsala kristindóms er liðinn. Þessi Guð er sjálfsali. Ást. Friður. Gleði. Guð er ekki sjálfsali. Guð er kærleikur og hann fyllir þig af sér og ef hann gerir það, þá flæðir það frá þér. Það er fullkominn kærleikur. Skulum biðja. Faðir minn, við þökkum þér fyrir náð þín og miskunn, fyrir kærleika þinn og hversu góður og stórkostlegu Guð þú ert. Og alltaf góður, bara góður. Og þessi fullkomni kærleiku þinn sem við erum að lesa og læra Drottinn minn, sýndu okkur enn betur, talaðu til okkur, láttu það gerjast inn okkur og festa rætur. Að þessi kærleikur þinn í okkar lífi þarf að flæða fram til annara. Hann þarf að flæða fram, annars rjúfum við hann og hann er ekki fullkominn. Svo skiljum við ekkert í Drottinn minn okkur ótti og angist kemst að. En í kærleika þínum, þá kemst hann ekki að ef hann flæðir. Svo við biðjum fyrir hverjum einum inni, Drottinn. Hverjum einum. Að ná þín og miskunn. Megi vaka yfir, snerta og umbylta hverri sál, hverri heimili í Jesú nafni. Drottinn minn, að kærleiku þín mætti flæða í okkur og í gegnum okkur til annara. Að við mættum sýna það að við elskum ekki af því að við erum svo klár og góð, heldur af því að þú elskaður okkur af fyrra bragði. Þú elskar okkur af fyrra bragði, Drottinn. Takk, Jesús. Jesús minn. Það er einhver hér inni mitt sem er óttaslegin út af heilsunni. Mér langar að segja við þig. Heilsan þín kann að vera hún sé ekki góð. En óttast ekki. Því að sannleikurinn er að Kristur hefur sett þig frjálsan. Sannleikurinn er að hans verk er fullkomið. Sannleikurinn er að þú getur varpað öllum áhyggjum þínum á hann. Sannleikurinn er að þú getur tekið á þig hans ok og hans byrði sem er létt og hann tekur þína sjúkdóma og þína byrði á sig. Leiður hann að fylla þig af kærleika sínum, láttu því að kærleika hans flæða í gegnum þig. Findu þér aðila til að þjóna og aðstoða og hjálpa. Elskaðu, veldu af fyrra bragði að láta kærleikan streyma frá þér. Láttu það flæða fram og findu hvernig kraftur Guðs leysist innra með þér. Takk, Jesús. Takk, Jesús. Ég sé ennishólur og nefgöng og ennishólur sem hafa verið stíflu og valda vandræðum, þau opnast núna í Jesú nafni.